Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Við höfum ekki rétt sportþátturinn með ykkur hérna ennþá þessu mánudagskvöldi og við erum einmitt konir hérna yfir áfram í handboltanum. Það eru hérna meistarinnir frá 5 einum Lúther Gesson og Þorsteinn Haukur Harðarsson ásamt þjálfara Selfoss í Ólistildinni, Stefán Árnasyni. En já, hann ekki búinn að segja orð í kvöld. Nei, hann verður hleypum honum ekki að strax, við tökum hann hérna og hérna grillum hann hérna í lok þáttarins. Hann er úr ansi mörgum spurningum að velja. En við erum allan komið með leikmann Vals sem er að fara að spila morgun á línuna. Hættir þessu hérna þjálfara tali og við ætlum að fá leikmann, einn af nýju leikmannum sem var að koma utan, Anton Rúnarsson, Val. Heyrðu í mér, Anton? Já, blessaður, já, ég er hérna. Sæll og blessaður. Sælir. Hvernig er að vera komin heim á Klakar að fara að spila handbolta? Það er bara mjög gott. Þetta er bara, það er bara mjög fint að vera komin aftur heim og hérna ríða upp þessa gamla góða tíma þegar maður var hérna heima síðan. Þannig að þetta leggst bara vel inn í sko. Af hverju ákvaðstu að koma heim núna? Já, það er enda mjög góð spurning. Það er kannski þetta svona í fljótu bragði sko. Það er svo sem margar ástæður af því sko, en það bara endaði þannig að hérna, já, ég ákvað bara að koma heim og og það er nú bara alltaf í þessu. Það er kostur og galla við allt og auðvitað maður vilja kannski vera áfram úti og það svo sem var alveg í boði en ég ákvað að taka þessi ákvörðun að koma aftur heim núna í sumar. Kom eitthvað annað leið en Valur til greina? Hvað segirðu? Kom eitthvað annað leið til greina en gamla félagið, Valur? Á Íslandi eða? Já. Já, það komi einhver liðan til greina og en endanum var það bara Valur, þannig að það var, já. Náttúrulega átt góða minningar þann, varst markaðistur þarna seinast þú leggst með liðinu og hefur átt góða gengi að fagna í Valtreyjunni. Já, ég var náttúrulega búinn að alast upp í Val og vinna titla með félaginu, bara yngjurflokkum og meistarflokki og maður þekki náttúrulega fólki þar og allt það en ég var samt alveg opið fyrir því að skoða aðra möguleika og mér fannst ekkert af því en svo endanum var það bara Valur og bara mjög sáttur með það náttúrulega. Það er náttúrulega mjög breytt valslið frá seinasta tímabili. Hvernig leggst svona hópurinn og veturinn framöndan niður? Já, það er alveg rétt. Hópurinn er náttúrulega töluvert breyttur og margir sterkir farnir og við erum nokkri nýjir að koma inn í þetta og þetta er svona bara eins og það er alltaf. Það tekur alltaf einhver tíma að púsla þessu saman og þú veist, já, eins og ég segi, bara nýjir menn að koma inn en hópurinn, við leggst náttúrulega bara vel í það og þú veist, heldur getum alveg gert góða hluti, þú veist, þetta tekur allt sinn tíma og maður er alveg fundið það, stundum að maður hefur góða leiki og svo stundum hefur alveg verið dottið niður á mjög langt plan og svona verið svona upp og ofan, þannig að þetta er svona, já, vantar náttúrulega allt með tæmingar og allt svoleiðis þegar nýju menn er að koma svona inn í þetta, en þetta er svona, en hópurinn er flottur, maður finnir það á æfingum og svona. Þetta er flottur hópur og ég held við séum bara mjög spenntir fyrir þessu. Þú eins og segir, margir farnir og það var svolítið snemma ljóst í raun og veru hverjir myndu yfirgefa Val og þessar stærstu stóðir, Frændunar á norðan og Ómar Ingi, bara að missa þessa 3, þannig að liðið hlaut að þurfa einhverja styrkingu. Þú kemur, Josip Juric frá Króatíu. Já. Þú hlýtur að finna fyrir bara pressu svona að þú eigir að leiða þetta lið svolítið áfram. Verður það þitt hlutverk svolítið? Maður finnir alveg fyrir pressu og það er náttúrulega bara gaman að því. Ég meina maður náttúrulega spilaði með Val áður í fóru út og maður var í því hlutverki líka kannski þá og náttúrulega vorum við gott lið þá og erum bikarmeistarar þarna og náttúrulega búin að spila með mörgum flottu leikmönnum og staðið þetta náttúrulega öðruvísi núna að koma aftur heim núna en þetta verður pressa á manni og þeim sem koma til með að stýra þessu, þannig að það er svo sem alveg eðlilegt og það er líka bara gaman að takast á við það. Ég meina, eins og segja, þetta er náttúrulega uppeltisklúbburinn og maður vill spila fyrir Val og standa sig fyrir Val, þannig að það
það er rauninni bara, þú veist, mjög eðlilegt að það sé pressa á okkur sem erum annars, sko. Ertu í 100% standi? Hvað segirðu? Ertu í 100% standi? Já, ég myndi segja að ég sé bara í nokkuð góðu standi, sko. Já, það er allan engin meiðsli sem hafa verið að plaga mig neitt upp á síkasti, þannig að ég er bara í flottu standi, sko. En eftir 4 ár í Danmörku og síðan Þýskalandi, ertu betri leikmaður núna þegar þú kemur heim heldur en þú fórst út? Já, þú veist, það verður kannski aðra dæmi það, en ég finnst ég náttúrulega að hafa tekið tölurum breytingum og þroskast mikið. Þetta er náttúrulega tvennt ólíkt, þú veist, að spila á Íslandi, svo í Danmörku og svo ferði til Þýskalands, þá ertu komin í allt annað handbolta heldur en eins og til dæmis í Danmörku, sko, þannig að maður er náttúrulega lært ýmislegt og bara þroskast mikið á þessu og svona ólíkum stílum bæði í Danmörku og í Þýskalandi, þannig að maður hefur náttúrulega vonandi lært eitthvað og þú veist, þannig að svo verður bara komið í ljós hvort maður hafi bætt sig eitthvað. Kannski náttúrulega meiri hraði í þessum deildum sem við spilaði undanfarnar ár? Já, það er sko, þú veist, náttúrulega menn fekki náttúrulega dönsku deildina og svona teknísk deild og mikið hraði og svona, getur maður sagt svona aðeins kannski léttari menn og bara kannski við þýsku deildina og svo þýsku aðra deildina, þá ertu kannski með stærri og þyngri menn og það er svona kannski að hafa eins meira fyrir því að komast í gegn og allt það, meiri kannski harka þar, sko, þannig að áttu með ólíka stíla og náttúrulega spilstíla hvernig þú setur þetta upp, sko, þannig að gaman svolítið að sjá munin á því, sko, maður fann alveg mikið mun þegar maður var að spila í Þýskalandi og nýkominn frá Danmörku, þannig að það var svona alltaf öðru í þessi og gaman að upplega það, sko. Ef við tökum aðeins svona það sem að hinn almenni áhugamaður hefur fengið að sjá til valsliðsins í sumar, þið tekið þátt í Hafnarfjarðar, heitir ekki bara Hafnarfjarðarmótið? Já. Og svona, það var svona það fyrsta sem að sá hjá ykkur, Ragnarsmótið á Selfossi sem þið tekið þar fáið þið ekki, þar tapið þið bara öllum ykkar leikjum. Já. Eru það að feila eitthvað fyrir okkur eða eitthvað upp í erminni eða hvað? Já, við viljum allan ekki toppa núna í ágúst, ég get allan að lofa því. Nei, það er ekkert leyndamál með það. Við náttúrulega, sko, Hafnarfjarðarmótið gekk náttúrulega ekkert frábærlega. Við reyndar skýtum upp náttúrulega fyrir Haukum og svo unnum við FH og Aftureldingu og svo komum við inn í þetta Ragnarsmót og töpum öllu leikjum þannig sem þú segir, en það hefur svolítið vantað þessu upp á hópin hjá okkur. Það hafa verið, náttúrulega reyndar kannski eins og í flestum liðum, það hafa verið náttúrulega meiðsli og ég held að við erum búin að vera með ekki ná að stilla upp okkar sterkasta liði, ég held í einu leik. Það hefur vantað held í 4-5 í nánast hvern einasta leik. Svenni Hóttamar hefur ekki verið með, Bubbi hefur verið með, ég held að hann hefur spilað 1-2 leiki, Ólaður Ræður hefur alltaf náð leik með okkur og Jósef er náttúrulega nýkominn til okkur, hann er náttúrulega búinn að vera hann í, 2-3 vikur max, sko, þannig að hann er náttúrulega finna takti bara Lítur ekki dýll út? Nei, þú veist, þetta myndi ég segja, allir sem að fylgjast með handbolta vita það, þetta tekur allt sinn tíma og þú veist, það koma fullt af mistökum inn í þessu og svo koma inn á milli góða punktar og hreyfingarnar, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, náttúrulega spila bara með glænýju manni og eins og bara hann náttúrulega koma til Íslands og þú veist, náttúrulega ekki með tungumálið og þú veist, þetta tekur allt tíma. Hann náttúrulega var að spila í Katar í fyrra og við veitum hvernig handboltinn er það, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er bara tvennt ólíkt fyrir hann náttúrulega að koma hérna og en það hafa náttúrulega þar smá bara tíma, menn hafa náttúrulega séð þess að maður sé eitthvað til þess að hann er flottur í handbolta og mun alveg styrkja okkur bæði varnarlega og sóknarlega og hann á bara eftir að vera betri og betri og hver leikur fyrir okkur, hvort sem er æfingarleikur eða eins og morgun meistaran, þetta er allt sem að mun hjálpa okkur. Við þurfum bara aðeins fleiri leiki heldur en til dæmis eins og Haukar sem að hafa náttúrulega verið margir þessum strákum verið að spila saman síðustu 2-3 ár og þekki hvort annan inn og út og það telur bara svolítið mikið í þessu á þessu stigi og ég vona bara að með hverju leik verðum við bara betri og lærum inn hvort annan og tökum þetta svolítið þannig. Við séum nú ekkert að fara að toppa strax í september, sko, þannig að vonandi verður bara betri og betri, sko.
En fyrst þú minnist á leikinn á morgun á móti Haukum, leik sem kannski margir telja marka upp af tímabilsins, spiluðu á mótiðin bæði á Ragnarsmótinu og Hafnarfjarðarmótinu, svona miða við svona stöðun á liðinu í dag og þessar 2 leiki á móti Haukum, þá spyr ég bara beint út, eigið þið möguleika? Ég var heldur, ég heyrði þarna sem að Halldór þjálfaði upp og ég var heldur ánægð með hann yfir okkur. Já. Það er gott að það sé einn maður að núti sem hefur trú á okkur, það er mjög jákvæmt. Nei, ég held að menn þurfi bara að vera svolítið hreinskilnir með þetta og það er ekkert óheilegt að menn muni spá Haukum sigur á morgun með að við náttúrulega síðustu 2 leiki og svona hvernig þetta hefur verið eins og sagði hann líka búið að vera svolítið svona upp og ofan hjá okkur í síðustu 2 mótum. Þannig að það er svo sem ekkert óæðilegt að menn spá Haukum sigur á morgun en við náttúrulega ætlum að fara í leikinn á morgun sjálfsög til að vinna og það verður bara komið í ljós á morgun hvernig sá leikur fer en ég ætla rétt að vona það að menn mæti klári í þann leik og það er eins og ég segi bara hver æfing og hver leikur það telur mikið fyrir okkur sem erum að púsla runni nýju liði saman og fá alla í gang og það bara skiptir rosa miklu máli fyrir okkar eins og staðan er núna. Akkurat. Eitt svona sem að var kannski, þú hefur kannski ekki séð eða þú hefur kannski fylgst með því svona með valsliði í fyrra, það var svona að því að Halldór Jóhann var að koma inn á það þeir ætla að smala bara í fyrsta leik að tæma stúkuna á fótboltavöllin og beintir í kjallara á handboltavöllin. Áhorfendafjöldin á Hlíðarenda. Margir voru að tala um það að það væri kannski bara minni mæting svona á vellina almennt. Það er stundum meira af blaðamönnum heldur en áhorfendum á Vodafone-vellinum. Já, þetta heitir ekki Vodafone-velli lengur, þetta heitir bara Hlíðarendi höllin sko. Já. Vodafone-hæ. Nei. Það hefur verið náttúrulega síðust ár, það hefur náttúrulega vantað upp á mætinguna og það er þetta sem að segja, það hefur kannski verið fleiri blaðamenn upp í stúkunni þegar leikurinn er að byrja og sem er náttúrulega ekkert boðlegt sko. Þetta er eitthvað sem að flest félögin er að díla við og það er yfirleitt bara þannig þegar það er kannski meira undir bikarúrslit eða úrslitakeppni þá allt í einu fer að mæta fullt af fólki og þetta er nú eins í fótboltanum þegar Valur var bikarmeistari þá var allt í einu miklu fleiri valsar í stúkunni heldur en á næsta deildarleik. Ég held að það veri 100 manns í stúkunni á næsta deildarleik eitthvað svoleiðis þannig að þetta er þessi vandi með að þegar deildin er að byrja og í deildin þá er einhvern veginn minni áhugi heldur en þegar meira er undir sko en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem félögin sjálf þurfa að skoða hjá sér og reyna að mynda eitthvað stemningu og reyna að fá fólki á völlin og búa til eitthvað svona þannig að verði almennilegt úr þessu. Það vilja allir bæði leikmenn og áhorfendur og allir sem standa að þessu vilja náttúrulega hafa lágmark 500 manns á hverju leik og þannig að þetta sé svona almennilegt sko. En eins og þú kemur réttilega inn á þegar það eru bikarúrslitaleikir og stærri leikir, þegar eigið nógu fólki? Já, maður veit nú bara hvernig sjálf þetta var sko, tímabilið sem verið bikarmeistarar síðastir var í Val, þá náttúrulega var mætingin ekkert frábær á deildinu, svo fyrir verið bikarmeistarar sko, þá mættu allir valsarar upp í Vodafone-höllinu þegar hún hét það, mætti í partí og þá var allir valsarar, allir mætti í treyju og allir var 300 valsarar sko á einu degi, þú veist, þetta er Valur náttúrulega fullt af stuðningsmenn út allan bæ og það er eins og sé, þetta verðist ekkert en þegar það er eitthvað undir þá allt í einu mæti fólk í gallan og er orðin valsari sko og þú veist en svo kemur deildarleikur þá var það ekstra annar stað sko þannig að ég veit ekki alveg út af hverju þetta er en það er eitthvað sem að þarf að búa til, eitthvað meiri stemningu og reyna að fá líka yngri flokkan inn í þetta og svona bara bæða og kalla á kvennaleikin að búa til eitthvað tvennur og reyna að vera með svona meira fjöri þess að vera að lyfta þess upp á hærra plan sko, bara hjá öllum sko. En ef við ræðum aðeins handboltan hérna á Íslandi í örlítið stærra samhengi, seinast þegar þú varst hérna á Íslandi var 8-lega deild, nú erum við komin í 10-lega deild. Hvernig hugnast þessar breytingar sem hafa orðið og kannski breyting á styrkleika deildarinnar á milli ára? Já, sko þetta, eins og segir, þá er þetta náttúrulega þessi 8-lega deild þarna og þreföld umferð minni mig, já. Hún er þreföld núna líka? Já, hún er þreföld núna og er tvölið og bætist, þannig að það er náttúrulega komin aðeins fleiri leikir, sko. Ég, sko, það er erfitt kannski að segja strax, sko, maður kannski myndi geta svarað þessu betur þegar maður er svona búin að
fá að finna hvernig þetta rúlar sko, en ég myndi halda að það væri betra að hafa þetta svona fleiri lið í úrvarsdeildinni og svona fleiri fyrstdeildin, hún er náttúrulega alltaf að styrkjast og flott lið þar og lið að bætast inn jafnvel þar og svona, þannig að mér líst ágætlega á þetta eins og þetta er sett upp núna. Það er samt spurning með, hefur maður heyrt og margir leikir sko, og stutt á milli leiki og það lendi og fáir áhörundur. Það er að segja, þú veist, þetta rúlar svo mikið í gegn að fólk hefur alltaf tök á því að mæta sko, því það komið bara leikur aftur strax og það er svona sem að hefur heyrt sko, þannig að það er spurning hvernig þetta kemur til með að líta út í vetur. Deildin náttúrulega er orðin sterkari og margir flotti leikmenn í deildinni og spurning hvort þetta verði eitthvað jafnar núna, en að leikinni verða meira spennandi og umfjöllunin þar leiðandi verður bara meiri og betri og hvort að það kom eitthvað til að hjálpa til að kveikja eins í þessu sko. Nákvæmlega. Herðu, við sjáumst á morgun, gangið þér vel með þann leik. Já. Er það ekki orðið spenntur? Má ég spá eða? Þú var ekki að spá, en þú mátt segja mér hvað ætlar að gera mörg. Já. Það er nefnilega stuðullinn á það sko, það var mjög gott að fá það hjá þér bara beint. Já. Við vinnum með innu og það verður fyrsta markið mitt, það verður sigurmarkið. Þú gerir sigurmarkið? Já, ég gerir sigurmarkið, það verður fyrsta markið, þannig að það er fínt að hafa það þannig bara. Og hvernig á þá fyrirstæðan að vera? Anton Hetja Valsmanna, viltu fá það? Já, það skiptir ykkur máli. Ég finnum út í því bara morgun. Anton Rúnarsson, þakka kærlega fyrir að gefa ykkur tíma. Leikurinn á morgun, klukkan hvað hann er? Hann er 19:30 á Ásvöllum. 19:30 á Ásvöllum, bestu þakkir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, gangi vel. Já, sportátturinn ennþá í gangi hér í fullu og já, það er náttúrulega viðmælandi sem er hérna í stúdíónu.